Það held ég FNÍ blöð hefur komið svona Hanna Herðu, akkur, hafðu lagi undir Hafðu Það lagi er undir Nei, ég er ekki lagi Það er ekki undir Ekkert lag undir Hanna Þegar ég kann miklu meira á það bóð en Auðun Blöndal sko. Ég heiti Kjartan Kjartansson Betur þetta sem KJ Svona á opna útastætt Og með mér í dag eru trúðarnir Egil Einarsson og Steindi Junior Þetta hérna Þetta er FNÍ blöð a.k.a. trúðaskólinn Ég er að læra hvernig að vera trúður Þetta er trúðubíllinn á styrum Sko, ég var dýrkað þessu opnun Þú neldir öllu niður Kæru gestir KJ er í húsinu Svo tókst aftur undirspil undir Þetta er gæðið Það standaði mjög vel Það er eitt hérna, sko Þetta verður öðru sér þáttur en vanalega svona Egil Einarsson Hann gerði veðmál við okkur Steinda Og uppdættu hlustundur aðeins með það Þetta var sérst þannig að Egil segir Okkur vantar smá pepp á þetta Ég ætla að henda í status Og ef við fáum hann fyrst sko hann sagði hvað þeir að fá mörg like til að ég fá ég vildi bara gera samning við ykkur ef ég næ ykkur á ykkur taparki þá fæ ég John tónlistin ég vissi að Steinþór mundi ekki taka vel í þetta því að hann er ekki þú vilt fá stjórna tónlistinni ekki endilega aðdáandi þessara tónlistar ég bara nenni ekki að hlusta á DJ Alligator í allan dag sko það er ekki allan dag ég get það ekki en málega við enda sögðu við líka ég heyrði í Kjarra ég sagði ok setjum eitthvað og setja 3.000 á þetta fyrst voru við bara 1.000 nei 5.000 já fyrst höfum við 1.000 og okkur fannst það frábær hugmynd 1.000k já svo steindi herri förum við 3k hringdu við okkur saman Uppum þetta 5k ég sagði basically Kjara höfum þetta bara 5.000 likes að ég nenni ekki að láta hann DJ allan þáttinn að ég veit hann eftir að sko vera hamrað í allan þáttinn hann að spila tónlistar ég nenni því þetta kom í fucking 5k fyrir kvöldmann í gæs þetta er komið vel yfir þetta er 6k nú en það er ekki hægt að taka það af þér Egill þú ert að fara að stjórna tónlistar já ég meina og líka þjóðin lét heldur betur heyri í sér 6k likes það er bara svoleiðis og ef enginn hefði áhuga á þessari tónlist þá hefði engin nýtt að smelta á like þannig að það er greinilega eftirspurn ég meina við skulum sjá hvernig þetta er og maður vil að uppdata þjóðina þess og það er málega ég er búin að vera sólarhing og undirbúið þetta ég hef ekki lagt eina vinnu mikið á þetta konsept ég svaf ekki nótt og ég ætla bara að uppdata þjóðina ég ætla að fara í gamla skólan versus nýja skólan grimt og eftir þátt þá getur fólk nálgast þetta en á Spotify ekki já, ég ætla sko það ekki henda sér playlist það er mögulega það er líka bara farið og fundið bassöndir á Spotify og spila drastlegan sko þetta er bara það held ég á maður að leifa á maður að keira sem bara í playlista fyrir fólk já, góða bútur þú ætti að leifa fólki búið til playlista, teguðu korter einhvern tíman eftir þátt, einhvern tíman í kvöld þá opnar það playlistan og hann að lið sem er að fara að gera eitthvað og actually fíla þessa tónlist því miður, það er einhvern veginn sem er bara stórpartur af landinu þá geta þeir keyrt þetta í gangi í kvöld og ég dermir þess að þetta verður svona mikið púst sko, ég þarf að púsla saman tónlistinni þinni og auglýsingunum með annari tölvi ég veit það bara þú hefðir ekki gert mér meiri grikk sko Öddi myndi á tauga hann er búin að vera þetta, ég veit ekki hversu mörg án er búin að vera þetta, hann kann ekki svo kveikja mækor við það ég gæti ekki verið með þetta í dag og Öddi var á tökunum, þetta er það mikið vesen en Kjartan nú segir svo Öddi við erum eins og þetta átt að við komum svolítið getur þegar Kjarri, hvað ætlar að bjóða hlustendum FNÍ fyrir blöð upp á þetta? Við náttúrulega fórum aðeins í klefan það er klefi það er alltaf gaman að vera við klefan það er gott slúður ok og það er svo margt annar marg heldur út ég er með spurningarkenni og ég laka til það, ég hef aldrei tekið Kjartan í spurningarkenni getur þú sagt okkur hlustendum hvað ætlar að hafa, hvað er koncept í þetta? King of the Bedroom ertu ekki búin að vera með það? já sko, ég var einu sinni með ég er mikill áhugamaður Kjartan og það meðst hann hávaksin og huggulegur hvað er þetta að tala um Kjarra sem stendur á móti þér? já hvað er þetta? hvað kallar hann? Kjartan hættu þessu ok, sko, það sé útskýra meðst hann huggulegur og ef ég væri fyrir sama kyn þá færi ég upp á hann ég ætla að vera alveg þetta er svo mikið kontrast með vinnin Hjörvar Hafliðason sko ég var náttúrulega feita græmmetisætan hjá honum í heilt ár svo þegar ég fór og grendi mig þá fór hann að kalla mig Montgomery Burns ég var
hann ekki hrósaðar einu sinni? Jó, hann reynda að komi núna. Ég held ég stilli nú alltaf á brennstuna þér á leiðinni einhvert á mátana. Ég hef aldrei hérna hrósaðir. Aldrei. Ég hef búin að hrósaðar nokkuð sinnum bara á 4 mínútum. Já, þetta rosalegt, sko. En málega King of the Bedroom, þetta er öðruvísi keppni en síðast. Þetta nýja spurningar, þetta updateuð spurning. Þetta ekki dónaskapur. Nei. Þetta verður athyglisvert. Jú, þetta gaman. Við ætlum að byrja tónlistinni. Já, ætlum að byrja tónlistinni, sko, en það sem verður framöndan, það erlends slúður. Ég veit að Kjartan búin að finna til hrikalega gott slúður. Við ætlum að ég ákvað, sko, því að einn af þínum uppáhalds að dagskránum í FN95 Blöð þegar ég hringi með einn veikan. Það mjög gott. Þannig ég ákvað að taka eitt svoleiðis fyrir þig. Ég hringdi með einn veikan hérna á hann. Við ætlum að henda okkur í myndir fyrir Cash. Þú ætlar að stjórna myndir fyrir Cash í dag. Já, ég hef aldrei stjórnað myndir fyrir Cash. Þetta er fyrsta skiptið sem ég fæ að stjórna því. Eina vandamlega er að Kjartan finnur ekki myndir fyrir Cash trailer. Ég finn þetta allt maður. Ég er brjálaður að finna hann ekki. Við erum með föstudagsslagi. Svessi ætlar að koma hérna eftir og frumflytja nýtt lag og myndband á sama tíma. Spurningakeppnin Egill, hún verður á sínum stað. Starbucks Stoney, við ákvaðum að henda þér, Kerri. Við hendum Kerra inn í klefa hér fyrir í dag og letum hann prófa að taka símtöl og kaffi. Það tók 4 símtöl og það fór alltaf að hlæja. Það tók 4 símtöl. Þetta er erfiðara en maður heldur. Þetta er óþægilegt. Þetta er eitt. Já. Sérðu hvað, ég er harður útbóndið, sko. Við erum að halda þessu tíma. Hvað er þetta hérna? Þetta er fyrsta lagi í dag. Vá, hvað er þetta? Já, ég ætla ekki að flækja þetta í byrjun. Ég ætla að starta þessu á Posse Scooter. Erum við að fara í svona þáttu? Í bílum að taka hamburgerbeigju út á Miklubraut út af fólk að brunni ríkið. Heyrðu það? Nei, veistu að ég heyrði bara ekki neitt. Þetta var hrikalegt. En ég ætla að vona... Það er næsta laga fyrir þig. Er það? Fæ ég óskarlaga? Já, ég skal útskýra rétt orð fyrir mig að þetta er sett lag fyrir þig. Já. Það er ástæða fyrir því. Það er komið á slúrinu. Það er komið að brakandi fesku erlendu slúður. Þú har aldrei verið með slúður. Ég veit ekki hvernig á að gera þetta, en ég ger þetta bara til mínu höfði. Þú gerir þetta þínu höfði. Gerri, ég veit þú að hlusta á þáttinn. Kottu nú með eitthvað sem við viljum heyra. Ekki vera að falla eitthvað helvítis kjaftaði sem öllum er saman. Við byrjum að segja það. Wesley Snipes. Nei, ertu að fara... Wesley Snipes. Ertu með slúður? Ertu með Wesley Snipes? Ertu með Wesley Snipes? Ég þekki mína menn. Það er gamli skólinn. Always better on black. Blöð hefur aldrei komið með slúður um Wesley Snipes. Ekki neitt. Wesley Snipes, hann er í vandræðum. Okkar maður. Hann var ákærð fyrir skattsvik og dæmdur fyrir einhverjum sem brotum og gæti þetta að sitja inni. En það gerist alveg 10 ára. Var það ekki fyrir 20 ára? En núna er verið að reyna að fá það revoked, sko. Já, ok, nú er þetta að fara að gerast. Hann er að berjast fyrir því að fara ekki í fangelsi. Ok. Og þetta er þannig að þeir reyna að fá öllu svona hnekt öllum dómunum út af því að það var einhverju kviðdómendur sem voru hating on the black man. Voru hating on the black man. Þetta er allt og þetta er algengt. Þetta er hrikalegt. Ég er í tím Snipes og hann glemdi að skilja staðgreiðslunni Þetta var 5 ár, 38 milljónir dollara sem hann þjenaði. Hann glemdi að setja inn 38 milljónir dollara í eitthvað bókald. Get over it. Hvað gerð þetta? En hann er vinninn úr nýri mynd sem heitir The Recall, sem verður besta mynd alltaf tíma. Er þið búin að sjá hvernig? Það var að koma trailer. Nei, það komið trailer og hann er svona skrítin maður sem býr út í skógi. Maður myndi halda þetta að vera svona Steven Seagal hlutverk. Það sem að hann er að berjast gegn bandarísku ríkisstjórninni sem er að gera tilraunir með geimverur. Þetta er svo gott slúður í gangi þetta. Ég er að svita á bakið. Þetta segir mér að Wesley Snipes er að koma með comeback. Hann er komið með grjótart comeback. Og við erum að tala um þetta og það eru geimverur involved. Ef þetta verður eitthvað líkingu við Passenger 57 þá verður komið. Þetta verður allt annað, sko. Þegar núna þetta er svona nýtt bíó. Það er svona með bíóskjá og svo með 2 minniskjáu við hliðin á. Þannig að þú farið eiginlega panorama-view á myndina. Þetta verður ein fyrsta mynd í sögunni sem er gerð þannig. Shit! Og heitir The Recall. Og það eru geimverur og vesen. Þetta er svona í anda Passenger 57 en gerist meira svona út í kannski skógi og þetta er náttúrulega bara besta sem ég heirt. Besta stúðu sem ég heirt. Já, við höldum áfram og förum yfir í Miley Cyrus. Þetta grínastu! Er ég komin í falda myndaðal hérna? Þetta er svakar. Fórst í Wesley Snipes og sem beint í Miley. Þetta er rosalegt. Það snillingur er þetta. Ég er með einfaldagsmekk. Það er aðeins það besta. Ég líka veistli. Sko, það er náttúrulega allt á uppleið hjá þessari mögnuðu stjórn. Já, ég veit alltaf það. Hún er hætt í eitulugum. Hún var í viðtali á Billboard. Ok.
sagðist ekki að hafa reitt gras í 3 vikur. Já, ég meina batnandi fólki besta lið. 21 dag? 3 vikur. 21 dag clean. Já, ég meina það telur. Hún sagði frá því sko, hérna, að hún sé komin í betri félagskap og fólki í kringum hana sé núna eflandi. Já, komin í eflana. Já, farin að hanga með. Er hún bara að losa sig við piece of shit vinni sína og búin að finna sér nýja celebrity friends? Og líkitinn að þessu segir hún, að nú vill hún sjálf hætta. Það er enginn að segja henni að hætta. Það er komið tíma það. Og það sem meira hún að gera nýja plötu. Og hún greinlega búin að hlusta á DJ Muscle Boy þegar hún farin út í country. I like that. Allt sem hún gerir virkar. Þetta of mikið að því góða. Geggjaður tónlistarmaður. En ég meina, hvaða vitleysa þetta samt? Hún búin að vera clean í 3 vikur og byrjaði að hanga með einhverjum nýju vinnu sinum. Þetta eru 3 vikur. Clean í 3 vikur, fann að búið til country. Hún fann að stíla sér að sjálfa sig í myndatökum. Og mér finnst ég fylgjast frekar vel með henni. Ég myndi kalla mig superfan. Ég vissi ekki að var ekki búin að reykja hass í 21 dag og ég vissi ekki að var komin í country. En Patrick Schwarzenegger, hann alveg út af myndinni eða? Patrick, hann bara að gera frábúr hluti. Nei, hann og Miley hann góða tóma eftir Firefighter vs. Aliens Nei, stóri ef að það Ég held að það nóg að gera í Hollywood En hann og Miley ekkert að dutta. Þeir eru hætt saman Út af því að fyrirvægandi kærastan hans strauka honum bakið í nanosekundu og okkur ljósmyndara rassu snáðmyndaði. Þú veist, ég er búin að segja þetta 100 hvað gerir þetta. Já, ég veit það. Ég er ekki að fara aftur út í það. Nei, en þið veist ekkert á það. Já, tekur þetta á. Þetta var upp á parið mitt, sko. Það tók hrikal á. Slúður ekki búið þar. Nú, það er eitt rosalega slúður eftir. Þetta er ekki búið. Og það er af Johnny Depp. Wow. Johnny Depp er í svakalegum bobba. Já, hann er í vesinni. Depparinn, hann er í málaferlum við fjármálafyrirtæki sem heitir TMG sem sá hans fjármála áður. Hann heldur fram að fyrirtæki hafi klúðrað málunum hans og gert hann fátakan aftur. Hann hefur vist ekki eins og efna að borga umboðsmannunum sínum. Og í málaferlunum hefur alls konar shit svona surfaceað. Til dæmis hvað hann er að eyða í. Er hann fátækur maður í dag? Já, hann hefur verið gefn á umboðsmanni. Hann eyðir 3 milljónum á mánuði í vín. Bara í vín. Og hann drekkur þetta allt vín, sko. Er þetta inn í vodka? Er þetta bara í rauðvín? Það er bara alls konar vínum. Það drekkur mjög dýr vín. Þú ert ekki að eyða 3 milljónum í vodka. Hann vil kannski bara drekka dýrt vín, ekki dæma mann. Já, ég meina, þú veist, hann að drekka eitthvað drast sem við mikið heyrt sko. 3 kúlur á mánuði í vín, mér finnst ekki svo mikið. Og hann hefur verið að, þú veist, út í hann drekka svo mikið, þá er erfitt með að muna hluti eins og línurnar sínar. Þannig að hann réð mann. Hann bara með svona lítið earpiece og það er maður sem les línurnar hans fyrir hann inn í earpiece þegar hann er að leika. Þetta er geggjað. Af því að hann getur ekki mun að texta það? Hann getur ekki mun að texta. Og nennir því kannski. Og nennir því ekki, hann er bara fullu, skilur, og svo bara mætir hann og bara fer að stað. Þetta er einhver besta hugmynd ég heilt. Og hann ákaf, hann er líka svo við gæjan. Tempóð gæjanum er svo gott. Það er náð svo vel saman. Hann réð hann bara í vinnu. Gæjan ekki gera neitt annað. Og það er náttúrulega að kosta sitt að hafa bara gæi fulltime vinnu. Já, við að lesa setningarnar. En með 3 milljónir á mánuði í Vín þannig sé kannski ekkert mikið. Nú þekki ykkur báða, þeir eru blöytir. Þetta er svona 36 milljónir á ári, sko. Já, þeir eru kannski eyða svona, ég myndi ekki að þið voru að eyða svona 200 skall á manni í Vín á mánuði. Ef ég þekki ykkur rétt. Ég myndi ykkur að þeir eru Hollywood-stjörnur. Þetta er ekkert. En ok, hann er með lækni, engalækni, $12 million á ári. Já, þetta er náttúrulega bara að borga honum $12 million á ári. Já, hann eittir $5 million í jarðaföruna á Samt R.S. Thompson fyrir 12 árum síðan. Ok, hann er high spender. Hann er high spender. Ég meina, ef þú myndir sleppa því og gaurinn er bara í ruglinu, sko. Ef þú sleppið í að drekka fyrir $3 million á mánuði, það þarf ekki lækni sem þú borgar 12 milljónir ári. Það er eftir strax búin að spara 15. Það veistlega fyrir læknin að sæna sín í þetta jobb, sko. Þetta er frábært jobb. Einu sem þetta gera að hugsa samt. Það er samt alveg mikið mál að hugsa hann. Og fyrir þess að fyllibeitur sem er að lesa setningarnar, sko. Liggur upp í sófa heima með kaldan og lesa setningarnar fyrir hann. Ég held að sé alveg vesen að vera læknir hann Johnny Depp, sko. Þú veist, þú ert ekki að mæta bara hlustan og fara. Ekki gefa hann veit stíl. Ég er djöfisvesinn núna, gamlu. Þú reddar mér ykkur. Pumpi hann lífið 3 ára viku. Þetta var frábært slúður. Þetta áður við lokum þessu slúðupakka, þá veit ég hvetja kvikmyndahús landsins að sína The Recall með nýjumyndina með Wesley Snipes. Það er bara þetta verður hún sínt. Þetta er ekki að hvetja. Þetta verður í öllum bíóhúsum. Er það svoleiðis? 100%. Þegar Wesley Snipes kemur með comeback 100%. Og næsta lag, ég ætla að segja ástæðan fyrir því, ég var að hugsa, ok, nú er ég mikil Steinþórsmaður og ég hugsa, hvað er upp á sorðið þitt þessa dagana? Lit. Þú segir lit svona 20-30 sinnum á dag. Það er upp á sorðið. Ég hugsaði, hvað steralag, get ég fundið steralag það sem lit kemur fyrir og ég fann það. Kájóð, kerið í gang.
Flottir jakkar, mikið úrval af stökum jökkum. Verslun Guðsteins, Laugavegi 34. Ljúffengur matur sem fær bragðlaukana til að dansa salsa. Serrano, fresh, happy, max. Átt þú bilaða Apple-tölvu? Við veitum snögga og góða þjónustu. Viss viðurkendur þjónustu aðli Apple. Mamma veit best býður upp á fjölbreytt úrval af hágæða heilsuvörum fyrir alla fjölskylduna. Mamma veit best. Laugabrekku 30 Kópavogi og Njálsgötu 1 Reykjavík. Háskóli ekki aðeins hús, ekki aðeins upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Skemmtilegur félagsskapur, alvöru nám. Háskólabærin Akureyri. Kjúklingasamloka í þinn kröst brauði með osti, avokado og pesto. Aktu taktu. Komdu á völlin og fylgstu með Inkasso-deildinni í sumar. Fótbolti í fyrstu deild. Inkasso. Kvöldstund með Eyva og hljómsveit á Rosenberg laugardagskvöldið 7. maí. Sérstakir gestir Bergþór Pálsson, Björn Jörundur, Sigrún Voge og Richard Skópi. Öll bestu Eyva-lögin á einstökum tónleikum. Miðasala og nánar á tix.is. Happy hour milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. 20 til 50% afsláttur bara í dag. 24iceland.is. Parmasamloka í þinn kröst brauði með tómutum, serrano skinku og pesto. Aktu taktu. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það held ég. Vá. Kjarri, þú ert að vinna með einhverja skiptingar og... Ég er bara með þetta. Þetta rosalegt. Lengra komin. Þetta rosalegt. Heyrðu. Við komum gest. Simmi Will komið í stúdíóið. Simmi Will. Já, góðvinnu þáttarins. Ég kom hingað á Vængjum. Þú komst þetta á Vængjum. Þetta það sem ég elska við þið, Simmi. Þú hugsar okkur syniðina. Þú ert að mæta hérna með einhverja þvílíka kjúklingavængi. Þú ert að mæta með einhverja shaka sem eru að ég held ískir, það ekki? Það er sumar í loftinu. Já, voru í búng. Pina colada shake sem fengur mjólkurristingum með reglíf. Minnst að segja reglíf gera helling fyrir þetta? Já. Það er sumar, það er komið sól, það má vera reglíf. Ég ætla bara að setja henni í hára á mér, ég er búin að... Sko, ok, þessi vængi... Þannig að tárast, þetta heldur táran líka frá shake'num. Þú ert byrjar að selja kjúklingavængi, King Simmi Will. Já. Og þetta bestu kjúklingavængi sem æfir smakað, sko. Það svoleiðis. Ég var erlendis daginn. Ég fór á Hooters, ekki út af búningunum sem eru þar, heldur bara út af vængjónum. Ég elskar kjúklingavængi. Og vænginu þar eru í ruglinu. Þú ert að pakka Hooters saman nú. Já, það verið að pakka það saman. Það stór ótt. Willi, Wilson, hann og ég vorum í Vegas fyrir ári með þetta keppi, þessari baconsöldu keppni, náðum fjórðarsættinu á þessum tíma. Þá fórum við á Hooters. Ekki út af búningunum, heldur bara út af vængjunum. Já, bara út af vængjunum. Og við borðuðum svo mikið af vængjum og pröfum alls konar. Og við settum okkur það markmið að á næstu 18 mánuði þá ætlum við að koma með vangefna vangi. Voruð þið 18 mánuði að búa til þess að geggjuðu vangi? Já, kóteringin þetta er bara, það er líkill. Ég hef aldrei heilt þetta orð, kótering, sko. Það er krönsi sem voru með. Það er mest fancy orð sem ég heilt að ég þarf orða það spáði að vera svona djúpt í veitingabransanum og notar orðið kótering. Aldrei heilt orðið kótering fyrir núna. Ef að hlustendur til dæmis bara hægja á sig núna, hækka vel í tækjunum, hlustaður hann í Skila þetta sér það? Já, ég held að. Þetta skilaði sér vel. Það er svo krönsi. Nei, þetta skilaði sér mjög vel. Ég hef með eitthvað braki í eyrunum hérna, ég er með headphone alltaf. Og sér þetta með 4 sósur. Einu gul, einu hvít og sér 2 hérna sem eiginlega eins en önnur sterk. Ég fíla þessi sterku þetta. Það ljóma svo. Hún kemur ekki alveg strax á matseðilin, hún er heita hotdog sósa. Get ég ekki farið núna í kvöld, shake a pizza og fengið sterku sósu það? Jú, bara því að þú ert þú. Það er ekki sæn. Þú getur labbað hann í eldur svo eldar ykkur matat hendi. Hérna, Simmi, af því þú komst þetta færandi hendi og þá erum við ekki alveg tilbúin til að sleppa þér alveg strax. Við ætlum að fá þig til að vera með okkur í Hvort myndirðu frekar. Ertu til í það? Hvort myndirðu frekar? Hvort myndirðu frekar? Kæri, þú tókst við stjórninni, auðvitað yfir yfirleitt séðum í dagsfólki, þú ert með hann, ertu klár með þetta? Hlusta bara á þetta. Would you like to have pockets full of cash?
Ekki spila þetta. Þú mátt alveg spila þennan trailer fyrir hvort myndur frekar. Það er þetta því. Þetta er fyrsta skipti sem við fáum að spila bara einn færi ekki trailer. Þið fá alla trailer í dag. Það búið að fá alla trailer. Heyrðu, það verður að vera eitthvað fyrir mig líka. Egil fara að spila tónlist, hann fara allar þess að djöfist trailera. Er þetta Steindi? Ég þekkti ekki með þetta skegg. Það eru tilbúinir að. Finnst þér ekki að vera góð með þetta? Jú. Er það ekki? Ég er að vinna í þessu sko. Já. Og við þurfum að koma um lögunum og segja það. Þá tökum við 2 spurningar. Já. Lag. Ekki að klára það bara. Er ég hann bara einn? Nei, við erum saman, við erum allir 3. Við römpum þessu bara af og sér fyrir við í næsta lag sem er geggjað. Hvort myndir frekar vilja hafa höfuð sem er jafnstórt og tennisbolti eða höfuð sem er jafnstórt og vassmelóna? Shit. Sko, málega það. Eða vassmelóna ekki basically svona average haus stærri? Nei, hún er miklu stærri. Sko, ég er enda með lítinn haus sko. Ég er bara eins og ég sem er vassmelóna á haustum akkurat núna held ég. Það er þetta góma á mér hausinu, þú getur tekið auðvitað. Það er ekki vassmelóna, sko, vassmelóna er miklu stærri, sko. Vassmelóna, já, ekki vann með þetta vassmelónu, sko. Þetta ekki að tala bara eitthvað svona drast sem þú farið í búð? Já, hún er miklu stærri en haus, sko. Er það? Já. Nei. Já, kannski misstórar, en við erum að tala ekstra stóra vassmelóna. Ok, þannig að það er með stóran haus, aðeins of stóran og kringlóttan haus, eða þú ert með tennisboltahaus. Það er náttúrulega skellur að vera rúlland með tennisboltahaus, sko. Þú þarft að reyndar gerir það. Þú yrðir einhvers konar svona nætufrík, þú þyrftir að vesla nóttinni og... Þú gæti bókstallega tróða hausnum áður upp í raskat. Það var með tennisboltahaus. Sem er plús. Já, það er þetta góðu plús og getur... Þú fengir að tróða hausnum upp í raskat aðeins. Þetta auðvitað mér. Já, einmitt. Þú getur. Þetta er góða punktur. Og virkar líka axlabreiðari. Þið minni hausotnu og virkar axlabreiðari. Þetta getur verið gott fyrir sterahaus. Það er að gefa þér á lúðurinn. Það kostur á axlabreiður. Já, en ef þú fengir þetta lúður. Já. Þú vinna slagsmál, ekki séns að hitta þig. Óttir eru derur. Þú mútir bara klippa svona putta uppþóttahanska eins og þú verður að gera tútubissu og tróða hausnum. Reyndar þetta frábær punktu með ef þú verður geðið ykkur boksari. Já. Og bara reynda að taka hálstak á mér. Ég kemst alltaf. Geðið ykkur boksari. Ef einhver myndi ná að smetla einum á þig, þá færi hausinn af þér. Ég myndi tennisbolta fyrir mitt. Tennisbolti. Meiri aðrunni takk ég í. Ánægð með menn sem taka góða sénsa. Egil, hvað segir þú? Já, ég ætla að taka vassmelóna. Þú ætla að taka vassmelóna. Ég ætla að henda bara tennisboltan. Ég er sammála sinna. Ég held að geta verið, það er fleiri kostir en ókostir. Það er mjög skemmtilegt. Það var líka pæli í comedy-faktorinn. Já, þú verður bara alltaf fyndin allt sem segir. Býður upp á fullt af sjónarhóndnum sem að melóna býður ekki. Fólk myndi hafa gaman að þér. Hvort myndir þið frekar vilja eiga ógeðslegt hús í geggjuðu hverfi eða geggjað hús í ógeðsluðu hverfi? Shit, þetta er erfið spurning. Sko, það er... Hann býr í ógeðsluðu hús. Ég er þetta að hugsa þegar ég var með þessu spurningu. Mér datt þessu spurningu hug þegar ég sótti Steinda í morgun. Það er þetta í ógeðsluðu hús í ógeðsluðu hverfi. Það er ekkert að húsinu mínu og það er í æðisluðu hverfi. Sko, málið er það. Þetta hefur kosti og galla. Það er... Ógeðslega nágranna. Já, sko, málið, ég held að sé... Simmi með nágranna grill í kvöld, sko. Já, það er þetta svo. Þá ertu svona besti nágrann í hverfinu. Ég held að sé stráka mjög leiðinlegt og erfitt að vera í einhverju geggjuðu hverfi þar sem allir eru með einhver trillt hús og þú ert með eitthvað drast sem er að hrynja við hliðina á þér. Það er svolítið leiðilegt. En það er líka glata að vera einhvern meginn svona aðalkallin í hverfinu með risastóra húsið og allt hittir að hrynja sko. Já. En þá er svona pappin í hverfinu, sko. Já, það er litið upp til því, sko. Þetta er svolítið svona að vera með vörubílstjóri í götunni sem leggur alltaf bílnum í bílastæðinu fyrir utan hjá sig. Þetta er sjónmengun. Þetta er bara að lækka fasteignaverð í hverfinu. En þú myndir, sko... Mjög góð búntur á King sem að vil. Já, þú verður að bjóða þjóðum heim. Svo ég segi að gefa King sem að vil svarandi, hann er en entrepreneur og þú veist, einn getur svarað hann, sko. Lead by example, fínt hús í Ljótukörðu. Ok, það eru 2 eftir, ég vil stutt svör. Hvort myndir þú frekar vilja gefa upp á bátinn, internetið eða flugferðir? Það er slökk á netinu eða hætt að fljúga. Ok, þú færði aldrei aftur Ekkert Twitter, ekkert Facebook, engin e-mail, ekkert net. Shit! Þú gæti reyndar að fara til útlanda með Þú gæti það, en þú myndir aldrei geta komist yfir jafn stort svæði, sko. Nei. Ég er búin að vera giftur núna í 11 ár, ég myndi aldrei gefa upp internetið. Það er mjög góð. Simmi myndi, sko... Þú getur alltaf að fara í Vafo-S-bóluna, sko. Já, þú myndir alltaf að fara í gamla góða kassaðinn. Áttu mín, við erum að fara að taka bátinn því að ég ætla að halda í internetinu. Það er loka. Já, ég elska Simmi, hinskir með þetta. Ég, sko... Egil, ég veit þú elskar að vera til útlanda. Ég er háður internetinu. Ég er líklega með
þú veist, ég háður internetinu. Já, en þú getur aldrei fara aftur til Benidorm sem upp á Slandi. Já, reyndar með Norrænu og svo einhver annari ferju. En ég elska að fara út í sól af þessum ógeðslega klakka sem við búum á. Ekki drulla yfir klakkan okkar hérna. Mér finnst með að vera dissa svolítið Norrænu. Þetta rótgróna ferðarþjónustu fyrirtæki á Seyðisfirði sem að fer og flyttur Smyrilæn. Já. Ég tek bátinn. Ég tek bátinn. Síðasta spurningin. Hvort myndi ég freka vilja hafa vinin ykkar jafn stóran og gervörtu eða gervörturinn ykkar jafn stórar og vinin ykkar? Er það Egil vinn minn? Já. Hvað vin? Þetta tala tippi okkur? Ok, hversu gervörtan er hún þá? Guð minn góð. Bara henni jafn stóran núna. Myndið vilja hafa bara... Þú væri basically með eitthvað drast lagandi á bringunum. Eitthvað hangandi á bringunum. Í mínu tilfelli skiptir þetta einhver mál. Eins og að komin á hann er giftur. Já, sko, það er leiðilegt að það er sól úti og þú rífið úr og þú ert með eitthvað drast hangandi á bringuna þér. Tala ekki ef að hausinaður er svo tennispolli. Það var þetta rándýrt lúk, sko. Ég ætla bara að svara þessu snögt. Bara langa gervörtu. Langa gervörtu. Þú myndi vel að langa gervörtur. Já, hvað? Svara þú þessu. Svara þú þessu betur núna. Ég ætla reyndar að vera sammálaður. Ég væri til í að vera með eitthvað svona hangandi bibba á bringunni. Ég segi það ekki. Ég segja aftur, ég er bara giftur í 11 ár. Ég myndi bara láta bibba verða eins og gervörtu. Það skiptir ykkur máli. Ég er með internetið. Og þá komið ég kynni næsta laginn. Og þetta er að mínu mati besta bassunderlagið og ég held að svona 99% sem að hlusta af aldrei heyrta, en Steinþór fekk að heyra það cirka 600 sinnum í New York AC-ferðinni. Eleanor. FM 957 kynir bíladaga Skeljungs á Akureyri dagana 10. til 17. júní. Burnout, AutoX, græjukeppni, drift, götuspyrna, sandspyrna og einn flottasta bílasýning landsins. Við hér á FM 957 ætlum að hita upp fyrir bíladaga og það í bílahorni brennslunar. Einnig getur þú unnið arband á Facebook síðu Skeljungs en arbundin gilda á alla viðburði helgarinnar. Kynntu þér frábæra dagskrám á skeljungu.is/bíladagar. Það er Kringlukast frá 5. degi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur með 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Sund, siglingar, skíði, skylmingar, skautar. Það er ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Á föstudaginn er Cinco de Mayo og við á El Santo verðum af því tilefni í fullu fjöri frá 5. degi til laugardags. Ekta mexíkóskur matur og einstök mexíkós stemning. Sérstök Cinco de Mayo tilboð, tacos, gorditas, elotes, margaritas. El Santo og Hverfisgötu, upplifðu stemninguna. Fáðu þér svo fyrir æfingar. Brjáluð orka og brennsla. Aukinn vöðvamassi, styrkur og úthald. Vaxtarvörur.is Exit 977 og Bóli kynna Sólstafi á Eistnaflugi 2017 5. til 8. júli í Neskaupstað. Miðasala er á tix.is. Hvað ert þú til í að borga fyrir bifreiðaskoðun? Kannski ekki meira en þú þarft. Þetta grunaði okkur. Sammála. Tékkland. Ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk. Ekki flækja málin. Við sækjum bæturnar. Slysabætur.is 20-50% afsláttur bara í dag. 24iceland.is Fallegur, frumlegur og ferskur matur með áhrifum frá Austur-Asíu. Nam, bjóddu bragðlaukunum í ferðalag. 5 í fötu, það er ekkert. Við erum með 6. Það er Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Það held ég, elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Steindi Jón, Egil Gils og K.J. með okkur á sem glæsilega föstu strákar. Við ákvaðum að henda mér inn í klefa í dag. Já, og það er út af því að við erum að forma í uppáldi mitt. Já, þú fegst að velja dagskrálið sem þú hefur gaman að og þú vildir að ég myndi hringja með inn veikan. Þannig að við hringdum í öryggismiðstöðin í dag. Það er mjög skemmtilegt. Já, það er mjög skemmtilegt. Við hringdum í öryggismiðstöðin í dag og já, ef við ekki bara spila síntal. Já, við hringdum í öryggismiðstöðina út af því að þú veist, við erum að hringja ykkur út að hringja klukkan 3 og þú veist hver er vinna overtime. Öryggisverðir. Já. Rétt. Þannig að hérna keyrum þetta í gang. Þetta er vettla. Ég ætla að byrja að hósta. Já, góðan dag. Heyrðu, ég ætla að
Baddi heiti ég að hringja með einn veikan hérna. Búin að vera fljúandi á að hitta og þetta búið að vera upp og niður í alla nótt. Hvað erst að vinna hjá okkur? Ég að vinna hjá ykkur, já. Hérna inn á öryggisviði þá eða? Já, upp á þar, já. Og ég get ekkert verið að standa í þessi dag, sko. Það gefur samband þangað? Já, nei, ég vil helst ekkert verið að fá samband þangað. Ég get alltaf að tala í síma núna. Já, þú þarft að... Getur þú ekki skráð þetta bara niður hjá mér? Ég heiti Bjarni og Kristjánsson. Nei, það þannig að þú þarft að tala við þinn yfir. Býttu við hvernig ég að tala núna? Huldu? Já, Hulda mín, ég verð bara að vera heima núna, það er bara þannig, ég er fárveikur, ég get ekkert verið að keyra í dag, sko. Ég trúi því alveg, ég er ekkert að plata þig, ég veit alveg að það er föstudagur og sól og ég er ekkert að fara skokkin á Hresson eitt dag og eftir, sko. Ég er bara heima. Hvernig... Kristjánsson er ég. Svo er ég, þetta er bara þannig dagur, Hulda mín, ég er bara... Sárlæsin, ég er bara með saltpillu fyrir 700 krónur og þetta er bara fytlir í núna í kvöld. Já, en það er bara þannig að maður á að hringja Ég ætla að tengja PlayStation 1 hérna hjá mér og bara spila Tekken 2 og liggja undir ullateppi, þetta er þannig dagur hjá mér. Maður þarf bara hlaupandi inn á klósett fram og tilbaka og já, maður ekki bara gera það. Þú kemst ekki eins út að reykja hérna hjá mér út á svölum, maður þarf bara að gera þetta í sófanum og aska hérna út Já, nei, ég hef enga tími þölda, þetta er bara King of Queens hjá mér, sería 4, það er þeirra Doug og Arthur er að lendi í einhverju rugli saman og það er kostulega þættur þölda. Já, heyrðu þetta kom til skila. Skrifa kannski Baldur Kristjánsson. Já. Hendi því niður, ég er hérna upp í skeifunni, þar hjá, við Kópavogi. Ég er bara að fara að henda mér í semmara þetta meðan dag, þetta er þannig dagur. Þetta er bara stöð 94 á afruglarunum og úr öllunum á sokkanum, sko. Ég er sárlasin. Ertu að grínast í mér? Nei, ég er ekkert neitt að grínast í þér, ég er sárlasin. Þetta er ekki ykkur föstudagspest hérna, sko. Nei, en ég er búið með 2 hristninga og klukkan er ekki orðin 3. Þetta er alveg veikindi. Sárlasin. Maður er hérna hristandi sig hérna á virkum degi, meðan dag. Gerir það ekki nefnum að setja með háan hitta. Þú gefur þessu kannski bara til skila, Hulda mín. Já. Ég ger það. Þú kemur þessu kannski til skila, Hulda mín. Já, ég ger það. Já, og ekkert svona ekkert vera að dæma neitt. Ég er ekkert að dæma. Ég heyri það, þú ert farin að flissa að Hulda, ég ekkert vera að dæma, þetta er bara þannig dagur Ég er bara, alveg bara, hver er að djóka í mér? Þetta er ekkert grín, Hulda, ég er sárlasin. Þetta mér er ekki leðilegt að heyra hvað lasin, en þú ert að virkilega skemmta mér í þessari tilkynningu. Það þykir mér leðilegt að heyra. Já. Ég þarf bara að halda áfram að liggja þetta undir sæng. Farðu vel með þig. Já, ég geri það. Maður flaggar í hálfa hérna allan daginn. Já, ok. Þetta blessið. Það var erfitt að halda feysi hérna, maður. Þetta var svo vel gert. Þetta er óþægilegt. Hún er starfsmaður mánaðarins, þessi kona. Já, hún er starfsmaður mánaðarins. Ég ætla að vona svo innláns að hlusta og hún tók þessi vel, maður. Við hittum á... Skemmtileg. Já, Hulda mín var góð. Hún hefði getað skellt á þegar þú sagðist að hún hrista þig og hún hefði getað skellt á. Hún var silkitt löguleg, hún skellt ekki á. Fyrir ykkur sem var að koma að tækjunum, þá er þetta þannig hjá okkur í dag. Egill Einarsson, hann fór í veðmál við okkur Steinda. Hversu mörg læk hann þyrfti að fá til þess að fá stjórna tónlistin í þættinum? Við settum 5k læk sem markmiðið. Við heldum að Egill er í 6k lækum og keeps on growing. Já, eitthvað að pakka saman. Við heldum að við myndum klára þetta með að velja svona háa tölu en svo var ekki Egill. Ég held að þjóðin, sko, við erum í 6k. Þetta er ekki þjóðin. Ég held að þjóðin muni heimt eftir þennan þátt að ég sjáu bara fram með þessum tónlistin eins og þetta. Ég held að það muni gera til miður fyrir ykkur. En hinn 350.000 stekinn hann úti sem voru ekki að kjósa hana. Þegiðu, Steinþór. Góð prófta þjóðin. Hvaða lær það bjókur búin núna? Nú voru að fara að hrista okkar rassina þess. Þannig að nú mæli ég með þið allir sem eru að hlusta. Þú byrjar að vöka sig yfir svo veistlu standiðu. Lættu þig úr vetrinum og skiptu yfir í sumarið. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Hér er stutt ævintýri. Einu sinni, já, einu sinni í mánuði vinna 3000 Íslendingar í happdrætti háskólans. Göttur út í mýri. Og þú
kannski orðin milljónamæringur. Draugum 10. maí. Happdrætti Háskólans, vænlegast til vinnings. Í maí Áris á sérstöku tilboðsverði. Auk þess sem 40.000 vildarbútar Icelandair fylgja með. Það hljómar svo vel að ég má til með að endurtaka það. Sem sagt, í maí Áris á sérstöku tilboðsverði. Komdu og nýttu þér þetta sérstaka tilboð áður en mánuðurinn úti. Toyota. Allt frá handbolta til hestaíþrótta. Það ótrúlegt hvað þú styður marga þegar þú spilar með á laugardaginn. Lotto, leikurinn okkar. Y'all understand this, man? This is insane. What's going on here? This is everything. No, this is crazy, man. Sjáðu algjörlega ótrúlega sýningu í Eldborg þann 9. maí þegar en magnaði Líósi Tjart sýnir að þér virðist yfir náttúrulega hæfileika sína. Ein ótrúlegasta sýning sem settu verið upp í Eldborg. Miðasala á harpa.is, tix.is og í síma 528 50 50. Lykill að farsælum viðskiptum. Hof fasteignasala. Marvel kynir So we're saving the galaxy again? Kvikmyndaviðburð sumarsins. Who else is gonna do it? Þau eru mætt Peter, Gamora, Drax, Rocket, Yondu og Baby Groot. Ekki missa myndinni sem gagnrýnendur segja sem besta Marvel myndin til þessa. Awesome! Guardians of the Galaxy Volume 2 komin í bíó. Það cool að vera kantaður. Kíktu í Vöfflu. Vöffluvagnin við Hallgrímskirkju. Úrvalið hjá okkur kemur skemmtilega og óvart. Kíktu við í Bæjarlind 14-16. Línan, svo miklu meira en bara húsgögn. Super sunnudagur þegar að Manchester United mætir í heimsókn til Arsenal. American Bar. Staðurinn þinn. Í kvöld á Stöð 2, Martha and Snoop's Potluck Dinner Party. Asíski draumurinn. Strákarnir eru meiri háttar og þar á eftir frábærar bíómyndir. Run, Fat Boy, Run og Life of Crime. Gaman glæpamynd með Jennifer Aniston í aðalhlutverki. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. FM 95 blöð. Alla föstudaga. Það held ég, þú ert að hlusta á FM 95 blöð og FM 957. Steinþór Junior að labba inn. Það var hugguleg kynning. Það bara svona frá. Hann fer og fastreikir en satt ótrúlega hvernig hann alltaf að tímasenda. Hann kemur alltaf þegar við erum að koma inn. Sko, mér líður þessu hérna á klósetti. Hvað er þetta? Mun eftir píptestorum í gamla daga. Já. Start on level 1. Já, frábærið. Mér líður þessu í píptesti. Það er svo mikið sem það er að klippa fyrir ykkur. Og þessi tveir hérna, þeir sko, ég held að Hjörvar kynna ekkert á græðirnar. Þeir eru miklu verið. Þeir eru mikið snert græðirnar. Okkur hefur aldrei verið treystandi til þess að snerta þessa græði. Við viljum það. Við viljum vera í þessum stól sem þú situr í og stjórna þessu. Okkur er bara rétt og rétt Túborg og satt að grótalda kjafti. Það er vel svolítið okkar grótalda kjafti þá til að við erum að tala. Já, en svo er þetta líka þannig að Auði er ekki búin að hann er ekki búin að massa þessa tækni þannig að það er yfirleitt einhver bylgjum að hlaupandi fram og tilbaka allan daginn sko. Já, eftir sko 5 ár. 5 ár og hann er ekki ennþá búin að læra á græðunar. Þetta er svakalegt. En eins og þið heyrið, elsku hlustendur, Sverrir Bergmann er sestur í stúdíóðu. Sessi, velkomin. Já, þakka þér fyrir. Hvað segir? Menswes. Já, þetta er Menswes. Menswes. Svessi, það eru kannski einhverjir sem hlustuðu ekki á þáttin í síðustu viku. Örfáir endar, en kannski einhverjir. Örfáir. Það er ákveðið koncept í gangi. Við erum byrjaðar aftur með föstaslagið og við erum, ekki bara byrjaðar aftur, we're going strong með þetta. Já, Menswes. Og það er ekki bara föstudagslag, heldur það er vídeo við hvert einasta lag. Það er rétt. Og það er eiginlega fárlega vel gert. Þetta er ekki sáttu við þetta? Þetta er geðvikt. Þetta sýnir geggjaða metnað. Þýðir það að þú sért að fara að þið, hljómsveitin, eru þið að fara frumflytja lag núna og svo kemur vídeo á netið? Já, bara klukkan 6 kemur vídeo. Vá. Það er bara þannig. Vá. 3 kassar á Túborg að labba þetta inn. Já, hárið tímasetting. 3 kassar, þetta átti að vera slökunar fyrstu dagurinn. Herðu, ég á nú bara vona að vinna fólki heima eftir og ég er á bíl og eitthvað. Hvaða vitleysa er þetta? Þú verður bara að taka með þér og deila. Já, ég kannski gera það. Og einhvern kæla verður þetta miklu kongur. Já, þetta er algjör kongur. Menswes for Tubi. Já, það er Tubi. En ertu í alveg komið með eitthvað nafn núna á Túborgbjörn? Þetta var að kalla hann Túborg. Þetta er ekki hægt. Herru, og Svessi, hvaða lag verður tekið í dag? Því að ég veit að þú átt hrikalega marga aðdándur úti sem býð eftir föstulæginu. Hvað er það í dag? Í dag er svolítið sérstakur dagur þegar við ætlum að taka Ed Sheeran lag. Við drengir þér í Albatross og með okkur er gestur. Já, það er gestur með okkur í þessu lagi. Býttu, hver er þetta? Og hún heitir
Hún heitir Saga Matthildur. Saga Matthildur, ok 18 ára, stórkostleg söngkona. Fyrsta skipt sem hún heyrist hérna á FM. Ok. Ég lofa ykkur eða ekki síðan. Nei, ok, þetta er greinilega einhver manneska sem munum verður ábærandi á næstunni og það er alltaf Manchester að þakka. Já, þannig að þú ert svona Dr. Dre og hún er Eminem. Ég er til í að taka þetta. Ég er til í það. Þú hefur alltaf verið svona þegar ég líti á þess að þú ert svolítið svona íslenski Dr. Dre. Er það ekki? Já. Dr. Dre. Fyrsti milljarðarmæringurinn á tónlistinni. Já, ég er ekki self-made millionaire eins og Gilsi, en kannski ef Dr. Dre stimpilli festist, þá veit maður aldrei. Það er bara þannig. Herðu, ég er sjálfur mjög spenntur, er ekki bara komið tími til að íta á grænatakkan, Kenny? Ég er mjög peppað. Þetta er eina lagið í dag sem er ekki steralag. Þetta er kannski ágætis og ég er ekki sem reyður yfir því, sko. Þessi, kottum með einhverja rándýra kynningu. Það er rándir kynningu undan, okkur á ég að bæti það. Nú, þú meinar. Þú hugsa fyrir öllu. Já. Þú ert Dr. Dre. Takk. Túborg léttöl kynnir Albatross í Hlégarði. If you don't believe it, so let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I have traveled the world and there's no other girl like you. No one, what's your history? Don't tell me you need me if you don't believe it. So don't call me baby unless you mean it. Don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. Before I dive right into you. Before I dive right into you. Albatross í Hlégarði. Í boði Túborg. Léttöl. Vel gert. Sessi, þetta var fáránlega vel gert. Og þú sem Dr. Dre, þú uppgötaðir hana. Þú uppgötaðir þessa dölu. Hvað fannst hana? Hvar fannst hana? Where did you find her? Saga Matthildur, þetta er... Er þetta mósvellingur eða? Nei, það er skellur. Þetta er frænkas Halldórskunnars. Þetta er kópásbúi. Alltaf þarf að tengja eitthvað að stelpa yfir kallmenn. Já, hvað er að þér? Já, hvað er það? Nei, hún er stórkostleg. Alltaf að þér. Herðu, Þetta við erum með áhorfandir í SAS. A Star Was Born. Vídeóðu kemur á neti kl. 6 og við hvetjum hlustendur til að tjekka á því að því að þetta er mjög metnaðvill vídeo. Hvað segja áhorfandir í sal? Kjarri, nú set ég stólu við þetta, nú legg ég í borðið. Nú ætla ég að skóla þið til. Ekkert svona hér. Geggjað. Hvað er að ykkur? Fólk var að klappa og peppa. Fólk? Þetta var takki svo ítt. Þetta myndi mig á hérna. Steindi, hlustaði. Erum við fannir að vinna með svona takk? Ég veit meira að þessu. Þetta er geggjað. Blöð hefur aldrei um neitt svona. Því líkir hálfvitar. En Svensson, hvernig ertu? Ég er góð. Hvernig er helgin? Já, ég er mjög spenntur fyrir kvöldinu. Þú ert að vera skemmt í kvöldu? Galdraspilavinir er að fara kannski að hittast. Ertu ekki búin að nefna þetta hérna? Ég er ekki búin að nefna þetta. Galdraspilavinir. Ég ætlaði nú að eiga eitthvað privacy í lífi mínu. Nú, ætlar ekki að segja, þú verður. Ég er mjög opinn maður, ég hleyp öllum að mér. Ertu larpar, Steindi? Hvað segir þau? Ertu að larpa eða? Ég er ekki að fara að larpa. Hvað er galdraspilavinir? Svessi er búin að opna fyrir þetta og getur nú svo sem sagt frá því, en já, við erum komin í spilahóp sem heitir Galdravinir. Ég sagði þetta eins og ég var stolt við það. En það er sem sagt ég og Sverri Bergmann og Kös og Mansi félag okkar og það er fullt af góðum görum. Við hittumst og spilum spil. Hvað er að spila þarna? Já, skiptir það máli? Akkur skammast þér alltaf svona fyrir þetta? Við erum að spila spil sem heitir Magic. Magic? Hvað gerir maður í Magic? Er þetta eitthvað svona raunveruleika? Er þetta eitthvað svona,
Já, sko, reyndar Dungeons & Dragons, eða? Nei, við erum ekki þar, ekki alveg Jú, þetta Dungeons & Dragons, Steinn. Nei Þetta denial, byggt á öllu þessu drasli. Það? Nei, þetta ekki, við erum ekki Sitja allir eitthvað borð og segja, ég með sverð og ég sting sverri. Nei, þú ert með spil. Nei, þú ert með spil, þú ert ekki, þú er engin sögumæður, þú ert ekki að mála kalla og svoleiðis. Þetta svolítið, þú getur eiginlega horta á það, þú getur litað á það, þetta er eins og póker fyrir nörda. Hættir hann að gera þetta cool. Nákvæmlega. Þú ert með 7 spil á hendi. Ég er að segja hvernig það verður, með 7 spil á hendi, 7 spil. Setur Það er á spilunum, einhver töfrakallar og einhver galdrakallar eða eitthvað. Það er enda á spilunum, já það er alls konar dvergar með sverð og það eru creatures og svo Það er ekki bara fullur á biffan með sverðið fólk. Ekki kalla þetta biffan. Ekki kalla þetta biffan. Það er tubi á biffanum. Já, veist það Ég hef ekki átt að opna nördaumræðina. Þú ert ekki nóg opinn sem geta verið nördast. Segðu mig hvað gerir næst. Hvað gerir næst? Hvað gerur það? Þú færð ekki dverg, kannski dreigur dverg. Jú, þú getur dreigð dverg. Þetta er eitthvað dæmi sem ég get ekki inni. Ok, þú setur dvergið. Þú ert ekkert að tapa, akkur skammast mér fyrir? Ég skammast mér ekki fyrir það, það er bara ekki hægt. Þetta er svo að rífast í stein. Gellur á biffanum, þá líður þér svona fáti. Það er ekki að rífast, bara þú dróst dverg, hvað gerur? Ef einhver segir við mig einu sinni en það séu geggja gellur einhver staðar að biffin eða túbi eða flaskasugur þá gengi ég það út og ég kem aldrei aftur. Sko, þú setur, já ég dreif dverg og þú setur hann út og svo getur þú ráðist á með honum. Ég get kannski ráðist á Svessa með þessum dverg en hann gæti til dæmis haft spil sem getur stoppað þessa ára. Ok, segið mér sem að hann mökkar þegar þú til það. Þið er ekki edrú. Við vorum reyndar bara Já, við spiluðum núna í fyrra dag við fengum okkur 1 bjór og vorum með M&M That's some weird shit. Við verðum meina að fara bara í næsta lagi. Þetta þýðir ekkert sko. Ég spara ekkert byssurnar þar. Ég hendi Tiesto remix, keira þetta bara í gang. Keira þetta í gang. Keira þetta í gang. Rosalegt lag sko. Þetta er alltaf klassíkst lag sem allir þekkja og Tiesto ákvaða að remixa það og þegar hann remixa lög hann hefur aldrei drullað á sig, kann ekki skýta á sig, það er bara hann. En við erum að fara í spurningakefni höfðingas eða ekki? Það kom að því og sko, mér líst ekkert Mér líst ekkert á koncept. Nú þarf ég blað og penna. Þú mátt líka finna trailerinn hérna King Kájós. Ég er náttúrulega búinn að finna fyrir þig. Hefur að spila hana? Nei, ég fæ hann aldrei. Ég er mikil traileramaður. Stráðar, við spilum það bara svona 10 Steinþór, ert þú á tökkunum? Því miður ekki. Hlusta á það. Ég ætla að ráða. I'm gonna need an answer. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. Hann er svona 4 mínútur. Ég elskar Kájóð. Ég hló uppátt hérna. Ef Blöð spilar hann spilar hann 5 sekúndur. Þetta er gott. Ég hafði ekki heyrt seinni hlutur af þessu. Ég elskar það, Blöð er í fríi sko. Ég líka veistala. Það er komað að spurninga hérna inn. Já. Og King of the Bedroom. Nei, vistu að ég kvíðin fyrir þessu. Þetta er samt ekki hafa ágjörð af þessu. Þú eru oft lent í Hef ég lent í verið sko? Já. Þú veist, ég er mjög svona dannað maður eill. Spyrjum að leikstofum. Sko, en við erum bara einfalda reglu. Þú veist, menn segja bara rétt frá. Þú veist, eitthvað óþægilegt. Ef það kemur spurning sem er óþægileg, Kjartan. Það þarf það kannski ekki að ræða hana, en þú verður að svara rétt. Já, veist, en ef þú vilt raukstuðið, það er frábært. Þú veist að hlustundur elska það þegar þú raukstuðir. Hefur þú sagt upp í rúmi, fikta í þykka falla svarta hárunum mínu? Ég er að byrja þetta bara basic. Við erum að koma á þessu stað. En betur þarftu að hafa sagt orðrétt. Þykkaðu í svarta þykka hárunum? Fiklaðu, ekki? Já, fiktaðu bara í því. Fiktaðu. Nei, ég náttúrulega hef ekki sagt þetta. Nei. Ég er ekki með svart hár. Káður er meira svona Þetta er svart hár. Þú er verið með sítt hár. Er þetta þannig keppni? Ertu að fara að spyrja rosalega mikið því að þú veist að hann bara getur svarað? Nei, Ég hef ekki sagt þetta. Kájóð. Aldrei út með þykkt svart hár, sko. Já, ekki orðrétt. Fiktaðu í. En við höfum báðir beðið einhvers konar gill á hársvörð, en ekki orðrétt. Gill á hársvörð? Hæ?
Hefur þið beðið það? Nei, sko Ég veit eiginlega ekki hvað maður segir Ég reynda sagði ekki það, sko En hérna, ég sést þetta að segja saman Ég fá gill á hálsvörð Ég ligg ekki að hliðir og segi Ásti mín, gætur hún okkur gillað á mér hálsvörð Það er mjög skrítið Maður hefur beðið einhvers konar fikt í hár En þetta er glegstig En eða allan að enginn komið punkt Hefur hendi rómantískan striptease-dans fyrir makan? Kjærri Sko, já, ég einu sinni þá var ég með ást með minni, aunusti minni Hún var edrú, þetta var eitt af fyrst skiptunum sem vorum heim saman Sótti mig í bæinn Og hún sest svona rúmið Og ég kem svona inn Og svo klæði mig úr bólnum Held að sé mjög sexy Og svo ríf ég hlýraból Og þá sprakk hún svo mikið hlátur, ég var í hlýraból semst og reif hann að það eyðilaði kvöldið. Var þetta fyrsta skipti sem þú fórst heim með konunni og þú var að rífa hlýraból? Ég reif hlýraból, ég var alveg legast. Það er rosalegt, það reif hlýraból af sig, það er reynd að toppa þessu sögu. Já, ég get ekki toppa hana, ég á sjálfur mjög ómerkilegan dans, þetta hefur verið svona kannski hálfpartinn í gríni og... Samt svona einhverju svona flip gríni? Já, sko, ég flippa mikið sko, ég er náttúrulega flippa. Ertu alvarlegur í rúminu? Ég er bara það er ógeðslega spurning Hvað heldur ég að segja eitthvað brandara þar? Það vill enginn ímynda sem ég er þar Við þurfum ekki að fara á okkar Það vill ekki vera því Sjáu þetta ekki fyrir ykkur eða? Tekur paniksteindan? Nei, ég panika lítið Ég sko, já, en málega það meira dans, ég myndi segja ég ætti innistig Já, ég gef ykkur báðum að hann reif hlýraból af sér Var að starta dans og hún fór að hlæja bara Já, og ég var svona fíblast og dansa hægt í hurðagettinni Ok, hefur þið verið raskjæltur? Hefur verið Já, Þetta er ríkalegt Þetta er ríkalegt Hvað? Finnst þér þetta ekki óþægild? Þú varst ekki að panta þetta Nei Þú varst pantað þetta ekki, þú tókst að vera með okkur Nei Ég vissi svo sem þetta gæti gerst sko Já Raskjæltur Ég reyndar með mjög honest svar þessu Já Og það er bara, ég held alveg öruglega ekki sko Ekki sem maður Já, ég held ég hafi verið raskjæltur Þú ert ekki lagður, þú veist Nei, þú ert ekki bara í lastri hliðalegu og bara og lamin í raskjæltur Þetta er bara Þetta ekki að tala um bara svona Já, ég fengi það Ég vissi skellur þetta Ég vissi skellur Við erum ekki að fara að tala meira um það samt Nei, ok Bara út af að Kjartan er hérna Hefur þú skellt þér í þveng? Ég bara því að Kjartan er hérna Ég hef nú fengið þessu spurningu svona 18 sinni Þannig að það er kannski Þú mátt kannski bara byrja að svara þessu Kjartan Ég þurfti að gera það held oft sko Hefur þú farið í þveng í einhvern tíman? Í kynferðislega aðtöp? Nei, bara hvort þú hafið einhvern tíma leikið að því að smetla þér í G-streng og bara verið að duttast eitthvað í því Hvers konar spurningar eru það? Já, ég meina því eins og ég segi þetta er alltaf með kvíðu fyrir allan þáttinn Vilti maður, sko Kjartan, þú var bara einhvern tíma að fara í þveng hvort það var flip eða ekki flip Það er öruglega einhverju flippi Öruglega, því meina þú lítur að muna eftir því þegar þú tróstir í þveng Þú gleymið því ekki, Kjartan, sko Þeir eru bara að búst í þveng Já, ok Ég held samt ég ekki gert það Ég ætla að fá stíð, sko Heldur þú ekki Nei, ég hef ekki gert það, mér langar bara ekki að vera svona Ég er svo mikil vanileg gaur, sko Ég er enda alveg sammála, hvort var ég búin að gera það? Þú varst búin að fara í þveng? Já, ég var búin að fara í þveng Ég held ég hef ekki gert það Sko, hvernig að gefa hana punkt, en heldur hann ekki sem farið í þeng? Nei, ekki gefa mig punkt Það er verið að pakka það saman Ég vinn þetta eftir Ok, þú lítur á punkt núna Ég hef farið í þeng Já, þú er 3 eftir þér, þú ert að pakka saman Mér leiðum bara svo fílugur perverti Hefur þið farið í hlutverkaleik eins og Ríkharð Óskar Guðnason darkustöður FNÍ7 stundar reglulega sem fasteignasalinn eins og hlustendur Ég trúi því ekki að hann velji fasteignasalan af öllu sem hann getur valið af því að hann er komin í hann er ender of world, hann er komin í einhvern nýjan heim þar sem hann getur verið hvað sem er og hann ákveður að fara og verðleggja íbúðuna Hann er fasteignasalinn Sérstætt Ég ætla að segja stig hérna Yes, Kjartan er að fá punkt Ok, þú hefur farið í hlutverkaleik Hvað áttu, lögreglumaður, lagmaður slökkviliðsmaður, hvað áttu? Ég var fangi Varstu fangi? Varstu í jailinu? Já Býttu hvað Þetta er geggjað koncept Býttu hvað varstu í jailinu?
Það er ekki bara nánur út í þetta. Var ekki partur af programminu? En byrju, var þið fleikt í tukthúsið og hvað var að gerast það? Segðu mér meira frá þegar þú varst í þveng. Tölum þvenginu. En byrju, kom fangavörðurinn? Sko, ok. Var þetta annar fangi? Eða voru þetta tveir fangar? Eða voru þetta fangavörður og fangi? Var þetta heimsókt frá konunni meðan þú varst inni? Conjugal visit, jó. Var það svoleiðis? Já. Þú varst bara í jailinu. Fyrst heimsók. Næsta spurning. Ok, það er 3-2. Herðu, byrju, þú spurðið mig ekki? Jú, þú er farið í hlutakuleika, ekki? Nei, ég hef ekki gert það. Þú hefur ekkert farið í það? Það er skellur, sko. Ég er náttúrulega ekki að næra mér í stig. Já, það hefur einhvern veginn bara... 3-2 þá, þetta er meira spennandi. Já. Hefur gefið einn af gamla skólanum? Reglulega. Hefur gefið einn af gamla skólanum? Hvað ertu að spyrja um? Hvað áttu við? Hvernig gefur maður einhvern af gamla skólanum? Er það ekki bara harkan eða? Hvað er að gerast þetta? Hvað er Kjartan að segja? Hvað er Kjartan að segja? Nei, ég meina, er það ekki bara... Hvað er að gefa gamla skólanum? Hvað er að gerast? Það er bara spurning, Steinþór. Já, ég hef ekki þurfa að útskýra spurningar. Þetta er bara spurning, þú eru gefið þetta gamla skólanum? Já, það er nei. Sko, við vitum bara ekki hver gamli skólinn er. Ég meina, hvernig er gamli skólinn? Það er að fara að ringi pappa minn spurja hann hvað er að gera Ég held að ég hafi gefið einn af gamla skólanum sko. Það er punktur að kája. Ég meina, ég held ekki, þú veist, eins og ég skil þetta það er mikið gamall skóli í mér sko. Það er sko Leðu Kjartan að útskýra hvernig gamli skóli Það er bara þetta með þessi ungu eyru sem getur verið að hlusta sem er aftan í bíl Gamli skólinn, bara old school. Já, það er bara málið, það er bara gamli skólinn. Settir þetta bara yfir ensku og þá skildu allir þetta ekki betur. Ónægilega orðið hérna, þannig að börnur hlusta þau skilja ekki orða svona að segja, þannig að það er alltaf. Gamli skólinn er hvað segir þú? Gamli skólinn er bara, þú veist, 1970. Já. Það er bara, þú veist, það er sjómannasiðurinn, sko. Það verður með næst spurningu, það er 3-3. Hefur þið beðið makaðinn að kalla þig Dan Bilzerian meðan þú ert í miðjum klíðum? Herðu, þú veist það, málið er að þessi keppni hún er farin að vera svo skrítin að ég næri grátt, sko. Ég næði ekki ekki nóg með að fara að stýra tónlistinni. Ég næði ekki utan um þetta. Þú ætti hérna særa blíðum Nei, bara kallaði mig, aldrei sagt þetta. Kallaði mig Dan Bilzerian bara sem er bara maður út í heimi. Bara eins og getur sagt bara kallaði mig til dæmis bara hvað sem er þannig sér. Kallaði mig hérna kallaði mig Rikka G. Kallaði mig Kristínu. Kallaði mig eitthvað nafn. Já, það hefði aldrei hendið þetta. Nei, sem betur verið. Ekki punktur. Næsta spurning. Kájóð. Aldrei. Hefur þú náður í gellu á biffanum? Ekki gellu og Þetta er basic spurning. Ég verð að hendi í þetta, Steinþór. Hvað er næsta lagið? Þetta lítur að sé spurningin. Þetta er svona erfi keppni. Mér finnst þess að hún sé búin að taka 2 ár. Næsta lag er Alan Walker. Og hvað er það? Alone. Byttu henni kájóð. Nei, aldrei. Aldrei gellu á biffan? Nei. Ok. Hefurðu... Þú tættir að spyrja mig með þessa. Getur ekki spurt mig líka? Hefur þú náður í gellu á biffanum? Nei. Ok. 2 spurningar eftir. Hefurðu sagt í miðjum klíðum hvernig fílar þennan CD? Ertu að tala um hérna Celebrity? Ég ætla ekki að veist það. Settu bara lag á. Þetta er búið. Þetta er dögt. Þú var eina spurningum viðbót. Nei, ég hef ekki sagt það við kona mína til 10 ára. Ég er ekki bóðið henni CD, sko. Það er svolítið þannig. Næsta spurning. Líka, hvernig dettur það til hug? Hvað? Ert þú að biðja um að kalla þig Dan Bilzerian? Nei, þetta er bara basic spurning í King of the Bedroom. Þetta er bara ekki basic spurning. Það er málið. Sko, þetta er útlæð spurning. Þetta er jafn, 3-3. Hefurðu keyrt í bíceppósu í miðjum klíðum? Þetta er jáðan einn spurning og þið getur, ég ætla bara að þið vinnið keppnina. Þannig að tala um að hefur kreftaður vöðu hana í miðri pósu eins og í, þetta var ykkur bíómynd ekki? American Psycho, Kjartan, þú mátt svara þessu. Mitt svar er því miður nei. Ég líti út til að vera að tapa þessari keppni. Ég er voða lítið að hnykkja vöðu hana. Það verður bara þannig að ég vann. Það er Kringlukast frá fimmtudegi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur með 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Til hamingju Ísland.
Walk-on er einsás og því eru allir Walk-on specialréttir á afmælistilboði í maí. Aðeins 1390 krónur. Walk-on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. Komdu til okkar og fáðu faglega og persónulega þjónustu. Höfðabílar, Fosshálsi 27, Draghálsmegin. Klár fyrir helgina. Kíktu við Jack and Jones Kringlunni og Jack and Jones Smáralind. Allt fyrir ástríðukokka, bakara og sælkera. Kokka Laugavegi. Kokka.is. Það Dalungdagur í dag. Landsbankinn, Dominos og Viking Brugghús kynna. Mið Ísland að eilífu. Nú fer hver að verða síðastur því síðustu sýningar vetrarins eru framundan. Tryggið ykkur miða á tix.is. American Bar kynnir Jack Friday. American Bar. Staðurinn þinn. Eldsmiðjan Laugavegi. Í kvöld á Stöð 2, Martha and Snoop's Potluck Dinner Party. Asíski draumurinn. Strákarnir eru meiri háttar og þar á eftir frábærar bíómyndir. Run, Fat Boy, Run og Life of Crime. Gamansum glæpamynd með Jennifer Aniston í aðalhlutverki. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Veistla. King sem vil komið til með sér áða með kjúklingavæki. Betur kjúklingavæki sem æfinn smakað. King sem vil, hann getur bara ekki drullað á sig. Þannig að þú veist, alveg saman hvað business hann opnar eða hvað hann gerir. Hann minn uppáhalds entrepreneur. Þetta lag sem spilaði á hann, Alan Walker. Af hverju það ekki spilun hér? Sko, þetta bara svona, ég spilaði þetta er kannski ekki típiska steralag, Alone, Alan Walker. Það ekki spilun á FM. Þið voru með lagi Faded sem var monsterhittari. Hann kemur með Alone sem geggjalag. Rikki G sem bara fullur í gólfi. Hann ekki með þetta lagi spilun. Þannig að ég ákvað að setja... Vitið hvað við Hjörvar höfum komið mörg lög inn á stöðina. Við tókum, nei, með áttunni. Keirðum það inn. Við höfum frumflutt öll Aron Kahn lögin. Við frumfluttum allt með Herran Hittusmjöri. Við mættum með það, Hjörvar mættum með Rag and Bone Man. Og vitið hvað Rikki sagði hann heyrði Rag and Bone Man? Þetta aðeins svo mikið Nick Cave. En til að taka þátt í punkastálunum, þá kynnti ég Aron Kahn hingað inn á stöð og taktu það á kottan einhveld. Nei, fyrst á... Ok, ég líka að rífast þig. Ekki reyna að rífast í káðu. Hann barði hann í gegn í spilunina. Nei, það var djún. Og kannski káðu líka. Vöðum í þetta. Við erum að fara í næsta. Við erum á klukku. Ef við ekki að ringja í hérna... Ef við að ringi strákana. Ef við ringi Overweight Richard og hérna... Og The Pooh. Ok, ef ég get hringt hérna í beinu útsendingu til fólkin Búlgari, ég þarf reyndar að vera hérna á síman. Þeir eru bara að sjá símtalið. Þeir eru bara í gólfi. Við getum tala. Þeir eru í... Ég þarf að passa að sé allt. Prófaðu bara að taka símana. Ef þið svara þá svara þér. Ef ekki þá bara... Skulum aðeins taka púlsinn aðalega bara hvað er að gerast það málega. Ég trúi þið geta að sé ykkur helvits gólferð, það er eitthvað allt annað í gangi hana. Tjekka másu. Halló. Richard. Hvernig ertu, elsku vinur? Góður. Er það ekki? Já. Hvernig er lífið í Búlgaríu? Það er bara yndislegt hérna á 13. Ertu í gólfi núna? Þú ert að spila gól núna? Já, ok. Ég held sko, ég ætla ekki að ljúga þér, ég held að það væri nú engin gólsett með þessari ferð, ég held að það væri nú bara eitthvað svona til að gútira þetta rugl. Nei, það er nú alls ekki þannig sko. Það var ekki hjá mér. Hver er með þér í holli þarna? King og Jóns félagið mínum, Man of Poop, King, Ivar Gudmundsson og Arnari Grant. Ég verið hóp, ég veit ekki hérna. Shit, Man of Poop, það er Rauður Blöndal, eða ekki? Er það maður kúksis, það er Rauði? Man of Poop. Já, Man of Poop. Hérna, og hvað, Rikki, labbaðu nú aðeins frá þeim. Við þurfum aðeins að fara, bara, við erum að fara á Trúnó. Hvað er að gerast það úti? Er Rauður Blöndal að fara í slopp þegar hann kemur heim? Ætlar hann að taka 8 dagana? Nei, hún hendur að gefa blöð það. Hann er nú bara búin að vera förðu góður í þessari ferð. Er ekkert búin að skalla sér á kasínu og neitt svoleiðis? Bara því miður get ekki tjáð með það. Og hvað eru koni margir í ykkur núna?
Við erum þetta slakir núna, sko, en... 4-5 í þér núna? Nei, ekki svo mikið. En þetta búin að skella á strípuklúb? Nei. Ekki svo leiðis? Ég búin að láta það vera. En það búið að vera vesen á einhverjum í hópnum þá, eða eitthvað... Einhver týnst eða einhver búin að gera sig að fíbli okkur veit ekki stað? Er ég að tala við lögregluna? Hvað er í gangi? Herru, nú er ég að fara að taka högg. Ég ætla að láta hérna Ævar Guðmundsson fá símanum. Það leiði okkur aðeins að heyra í Ívari. Já. Hver er það? Ívar Guðmunds? Já, hver er það? Þetta er Egill Einarsson og Steinþór Róar í FM 95 Blöð. Ég segi bara velkomin í FM 95 Blöð, Ívar. Hvernig ertu? Það komið tími til, maður. Það var komið tími til, heyrðu, nú viljum við bara fá að heyra slúður. Hvað er að gerast þetta? Það er búið að vera eins og einhverju bindindisverð, ég hef aldrei lent í öðru. Það er svoleiðis. Það vill enginn tjási neitt málið, þetta er svakalegt. Er ekki ekkert búin að drepast áfengistöða, ekki einu sinni í ferðina? Hann hlýtur að drepast inn okkur úr klósetti. Ég hef ekki séð það, sko. Í álfurinni? Já. En Man of Many Poops, en Auðun Blöndal, er hann ekkert búin að vera með, er eitthvað vesen á honum eða ekki? Hann á leiðinni meðferð held ég? Hann er búin að vera kongurinn, sko. Það er svoleiðis. Það er enginn búin að skýta á sig. Nei, hann er búin að tæma spilaviti hérna líka, sko. Já, hann er svolítið niðri þar. Já, þeir eru að spója að loka því. Er Öddi nálættir? Já, veitu hann er það? Já, leið okkur aðeins að heyra í honum. Það segir þetta ekki. Hei, hvernig ertu? Við erum flottir, maður. En það ekki, hvað, eru menn komni með eitthvað í blóðið, eða? Nei, þetta er búin að vera rólegt í dag. Það er einn korona. Það er bara smá gólf og gósi núna, sko. Já, ok. Er þetta eitthvað bindindisverð? Nei, ég get ekki sagt það. Við erum fyrir miklu vonbrigðum. Við erum að reyna að hringja til að fá eitthvað skúp frá ferðinni. Það þú ert umkringdur ástæðustu fyllibittum landsins og það er ekkert að gerast. Þeir eru ekki búin að sofna í gæsalöpum á einhverjum fyrirlegum stöðum eða eitthvað. Nei, Rikkin er svo mikill gólfari að ég er ánægður með hann. Hann vil mæta feskur í gólfi. Nei, ekki bara gera þess að fíbli einu sinni í ferðinni? Aldrei? Það hlýtur að vera. Jú, kannski einu sinni. Leiðin út. Á leiðin út í flugulinu? Já, hann verður alltaf spenntur. Það var hann hættulega þá. Ofpeppast hann? Það dreftur að meira. Ofpeppast hann í vélinu? Já, hann var vel peppaður. Hann er drukkið yfir síðan vel. Það var búin að vera svo, hann líka að spila svo gott golf, strákurinn. En dólgaði hann vélinu það? Nei, hann er tæpur. Hann tæpur á dólgana? Tæpur, já, þurfti að æla hérna í vélinu yfir til Búlgari og eitthvað svona. Þarna loksins kom slúrið sér að býða eftir. Þetta er það sem við vorum að býða eftir. Það er, sko, það er eins og að segja ykkur óskrifu regla þarna sé bara að það er enginn að snitsa neitt. Loksins fáið ykkur. Nei, drengir, ég hef aldrei logið að hlustendum. Nei, ég meina að það kemur, það vita líka allir, það vita líka allir hlustendur. FN95 Blöð að Rikki G var að fara að æla í flugul og leiður út, sko. Það er ekki svo það sé, það er bara það vissu það allir. Það er veistlega. Það þurfti ekki að teipa niður. Nei, það er ekki teipa niður. Við ætlum bara rétt að taka stöðuna og við ætlum ekki að tröfla ykkur í gólfinu. Það er mjög gott að fá svona stöðun og Ríkar Aldi í velinni, það gleður mig. Beðum að heilsa og sérstaklega Rikka, segður að hætta að æla og skýta svona í sig alltaf einhvern veginn. Mixið allt saman hérna maður. Þú ert ótrúlegur. Það er hvað, varstu DJ í fyrralífið það? Það er svakalegt. Það er komið að sér þetta staðar. Já. Would you like to have pockets full of cash? It's cash! Sko, þetta er geggjað. Það er þetta búið að spónsa um dagskóli. Þetta á að vera myndur fyrir Kass, sem er appið. Þannig að þyrfti eiginlega að uppdita þetta í kerfinu. Ekki myndur fyrir Cash, myndur fyrir Kass. Mér finnst ógeðislega. Það er æðislegt að það sé seldur dagskráliður. Það er geðvitt. Þá finnst þér þetta orðið stórt. Heyrðu það kenni? Nei, býttu, svo setur þú Bad Boys undir. Þetta er þvílíka skiptingar maður. Hann er ótrúlegur. Herru, við erum að fara í myndur fyrir Kass. Myndur fyrir Kass. Máli, ég er með 5 spurningar. Vanalega eru bara 2-3 ár. Þannig að við tökum svolítið tempóðu gegn. Ok, þú ætlar að stjórna. Þannig að við erum ekkert að staldra þetta of lengi við hverja. Ok. Væru til að vakna á hverjum degi með því að Blöð sest með beran bossan ofan á andlitið á þér fyrir 5 milljónir á ári. 5 milljónir á ári? Á hverjum degi? Hverjum degi vaknar það að Blöð gerir niður sig og sest hún á andlitið á þér. Og ég barast það. Það er bara viðbjöður. Fyrir 5 milljónir á ári samt. Hann er kaflóðinn allur ykkur meginn. Á hvaða degi fyrir þetta líka venjast? Hvenær ertu bara svona... Ef ég að vera hreinskilinn þá held ég að þetta venjist bara ekki. Ég held að þetta venjist ekki.
En ef við pælum aðeins í auðda eins og ég segi, let's break it down. Let's break it down. Auðun Blöndal lóðanóðsinn. Hann mjög kaflóðinn. En hann mjög þrífarlegu maður. Það skeinir sér. Já, ég sé að hann hendur sér vel. Þetta bara svona þetta hefðbundi. Það er alveg hægt að fá verri kallmanns. Já, hann bara, ég myndi segja að hann væri bara með þessa hefðbundu daglegu umhyrðu, sko. Já, hann er ekkert svona, hann er ekkert 5 milljónir á ári. Já, 5 milljónir á ári, bara aukalega, bara við það að vakna við þessa vekjarklukku. Þetta er bara basically fyrir mig auka mánuður. Já, en þú veist eins og ég segi. Þetta er auka mánuður fyrir því. Auka mánuður fyrir káju, það var svaðalegt. Sko, eins og ég segi, þá er ég ekki að gera lítið úr sem pening. Þetta er mikill peningur, en þetta gæti ég bara ekki. Ég ætla að kasta nei á þetta. Sko, þetta er eina sem ég hugsaði bara, þetta er svo vandalegt, þú veist, ef dóttir mín er sofandi upp í. Já. Þú veist, og hún er bara Auður Blöndal, hún er reyndar a huge fan. Já, en þú veist þetta ekki að sé að staðarinn í raskat. En þú myndir útskýra fyrir henni bara, ástu mín. Við fyrir til Flórida daglega, eða vikulega. Já, Auður Blöndal ætlar að vekja pappa þinn með því að setjast hún á hann. Og eiginlega hana. Það hefur hún upp í, sko. Já. Er hann svo í morgumat með familíinu, eða? Ég veit ekki hvað það ofláð upp að það. En þú þyrstir að break it down to the family og segir bara, sko, elsku fjölskylda, við getum farið til Flórida. Þetta tekur nokkra sekundur, það meiðist enginn, það er ekkert vesen. Þannig að þið eru ákveða svar. 5 milljónir, þetta er svona alveg á mörkunum að vera svirði, ég ætla að segja já. Og þú ætla að segja já þessu? Ég verði eiginlega að segja nei, ég get ekki látið dóttir mín að horfa þarna upp í. Ég ætla að kasta nei á þetta. Myndirðu baða blöð 2 í viku næstu 5 árin fyrir 10 milljónir. Hvað, er þetta bara blöð? Nei, alls ekki. Baða blöð? Já, bara átt að keyra heim til hans og baða hann. Hvað svæðir? Setur svona hendina inn í þvottapoka og hann liggur í baði og baða hann bara. 2 í viku? 2 í viku? 2 í 5 ár. Og þú var 10 kúlur. Fyrir allt viðvikið? Já, fyrir öll þessi 5 ár. Og er þetta eitthvað sem hún þarf á, og hvað baðar hann? Bara í baðin hans, heima á sér. Ég myndi ekki nenni þessu. Hvað er þetta? Þú sagður 2 í viku í 5 ár? Í 5 ár, fyrir 10 kúlur. Þetta eru 2 milljónir á ári fyrir eitthvað sem er 2 í viku. Fast svona, þetta er svona. Ég veit, þetta er upphæðin þessu, ég veit. Hún er upphæðin 2 milljónir ári. En hvað er þetta oft ári? Þetta er einhver 180 skall ári, eitthvað svona 170 á mánuði segi. Fyrir það, og þú ert hangandi yfir alltaf. Skilur þú? Þú ert alltaf kvíðið fyrir, ég segi nei. Þetta er alltaf lág upphæð, ég segi nei. Það er ekki að baða hann. Já, þetta er lág upphæð. Ok. Myndirðu sleikja klósettskál á hlemmi fyrir 500.000? Nei. Bara, ég rétti 500 skall bara strax. Sko, ég er með rosalega fóbíu fyrir klósettum. Þú veist, þegar ég fer inn á klósett, þá fyrst sem ég gerir næmir í servetti, ég snerti vel aldrei neitt inn á almenningsklósettum. Nei, kúkar er standandi. Nei, ég sko kúkar er standandi? Versta sem ég gert, ég fór einu svona á McDonald's á Times Square og þurfti að setjast á setuna. Og ég get ekki lýst í hvað var ógeðslegt. Já, það er viðbjóður, sko. Viðbjóður. Nú er ég að spá í, erum við að tala um bara tungubrott? Já, bara tungan á þér, sleikið bara klósettskálina, bara nokkuð svona duglega, þú veist. Ekki oft. Menni bara, þú veist, þetta var kannski bara, tekur kannski 15-20 sekundur, sleikið þessa skál. 500 skall bara strax. Bara 500 skall bara umslag. Og ert bara með munnskóla á kantinum og... Já. Ég myndi alveg henda mér þetta. Já, sko, sérðu, sko, Kjartan. Það er eitthvað steinfór í ákvæð. Þetta er ekkert vesinn. Ákvæð, þetta er bara ógeðslegt sem ég hýrt á allir æfinni. 3 ár búnar. Myndirðu kalla þig kónginn í 3. persónu í 3 ár fyrir 15 milljónir? Þú máttir aldrei segja góðan daginn héti Kjartan eða góðan daginn Steinþór. Já, þetta er bara góðan daginn, þetta er kóngurinn. Góðan daginn, kóngurinn hér. Það er, þú gerir það og þú ert ekki eins og að taka laun fyrir það. Þetta var ekki krónu fyrir það, ég veit ekki það. Þetta er kóngurinn. Líka þegar sko eitthvað svona hitt eitthvað. Þetta er kóngurinn. Hitta skildmenni konunar eða eitthvað, einhver fermingaveislu. Já, góðan daginn. Það er ég kóngurinn. Það er kóngurinn. Ég sett kóngurinn. Mér finnst þetta samt svona svolítið áreynslulaust og ég myndi að komast hjá því að kynna mig sem oftast. Ég myndi segja að þetta væri mjög Líka 15 kúlur það er alveg upp að Þetta er nóbrinn, þetta er já. Þetta er já. Ef þú ringir bara og ætlar að panta veitborð og veitingastað og þú veit, þú ert að segja bara kóngurinn. Já, kóngurinn, ég myndi að hvað er nafnið þetta? Ég kallaði mig bara kónginn. Ég kem. Treystu mér í mæti. En K.J. Já, ég tek þetta. Tekur þetta líka? Við tökum þetta báðir. Væru til að horfa á foreldræðina njóta ásta í 5 mínútur fyrir 500 milljónir? Shit.
Sko, þetta ertu komin í upphæð sem getur breytt. Sko, það breytir öllu. Þetta er hálfur jarðir, þú segjum. Já, og sko 500 miljónir. Maður getur ekki að samkomulega við gömlu að þau tækju eitthvað hlut af þessu. Sko, mamma og pappa eru skilin, sko. Þetta er svona reunion. En þetta vantarlega eitthvað snirtilega gert. Þetta er samt, þetta er snirtilega gert. Steindi, við erum núna búin að vera í þessari spurningakefni í svona 3,5 mínútur. Þetta eru 5 mínútur. Einmitt. Og þú setur í stól og horfir. Ég get ekki talað um þetta, ég ætla bara að segja já á þetta. Af því að ég væri gæðið til hérna pening. Ég get ekki talað um þetta. Ég get ekki talað um þetta meira, sko. Þetta er það áriðslega. En þetta eru 500 miljónir, ég er það að segja já við. Ég verð að segja. Ég myndi bara make the money out first. Já, en svo myndi ég náttúrulega aldrei tala við það aftur. Þetta var myndir fyrir cash. Ég fæk að stjórna því í fyrsta skipti í sögu af 9 Þetta er þetta fárlega góða spurning. Það voru erfiðar hér. Já, það er hell of a time, sko. FM 957 kynir bíladaga Skeljungs á Akureyri dagana 10. til 17. júní. Burnout, AutoX, græjukeppni, drift, götuspyrna, sandspyrna og einn flottasta bílasýning landsins. Við hér á FM 957 ætlum að hita upp fyrir bíladaga og það í bílahorni brennslunar. Einnig getur þú unnið arband á Facebook síðu Skeljungs en arbundin gilda á alla viðburði helgarinnar. Kynntu þér frábæra dagskrám á skeljungu.is/bíladagar. Klæddu þig úr vetrinum og skiptu yfir í sumarið. Nú eru allar verslanir fullar af nýjum vor- og sumarvörum. Opið til klukkan 7 í kvöld. Smáralind. Tvöfaldaðu Singer ánægjuna með Singer Stacker boxmáltíðinni á KFC. Singer Stacker, franskar, gos og prinsúkkulaði á 1899 krónur. KFC. Boltinn rúlar í Inkasso-deildinni. Fótbolti í fyrstu deild og fyrstu deildar skemmtun, spenna og hasar í allt sumar. Komdu á völlinn og sýndu stuðning. Inkasso. Skoðunarferð til Tékklands borgar sig. Við erum í Borgartúni, Holtagörðum, Reykjavíkurvegi og á Akureyri. Tékkland, ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk. Ertu búin að prófa nýja bátinn okkar? Ekta ítalskar kjötbólur í nýbökuðu brauði, bráðnuðum osti og með sósu að eigin vali. Sjáumst á Subway. Mamma, tjekkaðu adidas.is. Happy hour, milli klukkan 3 og 8 alla daga. 14 tegundir á krana. Hverfisbarinn, Hverfisgötu 20. Ykkar skemmtun, okkar fókus. Hókus pókus Laugavegi, hókuspókus.is. Urrandi gott súkkulaði á tilboði í maí. 10-11, fljótlegt og þægilegt. Allt fyrir knattspyrnuna, Jói Útherji, Ármúla. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Egil, þú máttu reyndir eiga það. Ég er að fylgjast þetta með Twitterdum og fólk verðist nú almennt sáttu þessum díti. Ég ætla að gefa það. Já, ég meina því líku veistlæri fólk að geta lífgað aðeins upp á smá pása frá FM tónlistinni og keira þetta aðeins í gang. Líka Sun is Shining, hvað fólk ekki keira teppu á þessu. Það gæti enda illa í mörgum, ég veit ekki hérna. Það er bara svo leiðis. Herðu, hér eftir smá stund, Kjari, okkur langaði að gera eitt. Af því að nú ert þú gesta stjórnandi í þætturum og búin að standa þig frábælega. Takk, það er mjög vel. Okkur langaði, Egill hefur verið að henda mér af og til í dagskráli sem heitir Starbucks Stoney eða Kaffitás Tristan. Og það er Ég veit það. Já, þetta er mjög einfalt fyrir þá sem hafa ekki heyrt. Þá bara Egill skrifar fyrir texta. Já, ég ætla bara að segja þig hvað þú átt að segja. Hvað þú átt að vinna með. Þú hringir á kaffihús út í bæ og þú vinnur með þetta sem Egill gefur þér og þú átt að reyna að læsa stefnumóti og þetta er yfirleitt þannig texti að það er, já, ef þú getur það, þá
Sko, ég ætla ekki einu svona að segja eitthvað, ég gef þér aðleguna, þú nærið bara ekki, það er ekki hægt að læsa stefnum. Ekki með þessum texta. Þetta er nokkri punktar. Tökum mér eitt stutt auglýsingar og síðan skal ég segja punktana hérna. Svo erum við að fara í eitthvað, ég svitna sko. Já, hvað er þetta Kaffitás Tristan? 20-50% afsláttur bara í dag. 24iceland.is. Góðir Íslendingar, hlakka til að sjá okkur öll í Eurovision-partíi Páls Óskars á Spot með Bacardi í hönd ásamt öllum hinum stórstjörnunum. Neldu þér í mið á miði.is núna og sjáumst á laugardaginn 13. maí. Það er Kringlukast frá 5. degi til mánudags. Nýjar og spennandi vörur með 20-50% afslætti. Kringlan af öllu hjarta. Kæri hlustandi, það væri alveg geggjað ef að þessi auglýsing myndi hitta beint í mark á þrennan hátt. Númer 1 ámyndin á að samfæra þig að Apple MacBook tölvurnar væru bestu fartölvurnar í öllum heiminum. Númer 2 að þú myndir kaupa eina slíka í Maklandi núna. Númer 3 að við myndum fá íslensku auglýsingaverðlunin lúðurinn fyrir þessa auglýsingu. Já, það væri geggjað ef allir þessi 3 punktar myndir ganga upp. Makland, besta land í heimi. Ekki flækja málin. Við sækjum bæturnar. Slysabætur.is. Ert þú í rekstri? Kynntu þér símaþjónustu símafélagsins. Símafélagið.is. Við tökum á móti þér í sólskinsskapi á næsta hjólbaraverkstæði. En einn hluti af vorinu. Í félagi fasteignasala 270 sérfræðingar í fasteignaviðskiptum. Við erum félag fasteignasala. Ferskur matur sem hressir þig við. Serrano. Fresh, happy, Max. 2 grjótharðir og 1 túnmjúkur í FM 95 Blö. Halló, þetta er hlustað FM 97. Var þögn Kjartan í ykkur að sekundina? Sko, málið það sem er að gerast er það, Egill Einarsson. Erum við ekki komnir í loftið? Jú, það er svolítið erfitt fyrir tæknina því að þú komst með þetta á okkur USB-kubbi þessar tónlistir. Já, sko, þetta er ekki til í kerfinu. Nei, við getum álað það, þetta er ekki til í kerfinu. Það er ekki mér að kenna ekki sem allt niður sig, sko. En sko, málið er... Já, við ætlum að henda kájóð í Starbucks. Já, við settum hann fyrir í dag, þá fórum við inn í klefa og við hringdum. Já. Símtöl. Sko, hvernig þú ákvæmst að skrifa texta sem Kjarri... Já, ég gaf sérst Kjartan nokkra punkta. Punktarnir sem ég gaf honum, sem ég myndi halda að loka til dæla þægilega deiti, væri að hann segir bara, ég var hjá þér áðan, ég fyrir með kaffibolla, frábær bolli, segir hann. Hrósaði bollanum, það var ekki deikilatriði. Síðan segir hann, ég er búin að hugsa svolítið þig sem ég labbaði út frá þér og var sjarmerandi. Ef hann er að koma að, þú veist, ég fílaði ekki skónaðina og sem fallegt bros til að koma samlokaða þunnin, það var geggjað. Samloku, hvað er það að tala um? Hrós, niðurlæging hrós, samlokaða þunnin, þú margóft fengið samlokaða þunnin. Já, sjálfsögðu, hún virkar aldrei. Og síðan segir hann líka, ég hef verið ekstra góðu skapi eftir hann að bolla hjá þér í dag. Síðan lokkaði mér að heimabankan, ég er ennþá betra skapi. Reyna að koma því að hann er nógu penningu. Egil, ég ætla ekki að leiðilegu þig. Heldur í alvegni bara, innst inn í hjartanuðinu, að svona virki. Já. Að þú getur hringt inn og sagt bara, herru, ég var að lokka mér á heimabankan í dag og ég, ángríns, ég fór í gír við það. Þetta er svo svita og hjartslátta skapandi. Það er svo óþægilegt og þetta segir mér að það er að sleppa honum með Billy Boyin. Nei, alls ekki. Síðan segir hann, ég vinn í banka og reyna að koma á þetta 20 milljónar bens og nærði og segð þar að þú varst að taka lykil og þú átt að reyna það Billy Boy. Já, einmitt, þú veist að taka lykil og setja á því Billy Boy, þetta var að læsa stefnum út sko. Og segðu, ef þú getur komið á þess að tábaksin og axlabröður, þá var það frábært líka. En hamraði vel á lyklinum og... Kjarri, þú hringdir í dag, við ætlum að leifa hlustendum að heyra hvernig gekk, þú varst það heppin að þú fékkst kallmann á línuna. Já. Það var aðeins. Kjarri, það var hlægjandi alla tíðir. Ertu búin að finna þetta til? Ég er að finna þetta, ég gerði svo mörg mistök. Þessi gæi, hann hefur haldið að það væri kólandi gæð. Þannig verður að real man, sko, gerir mistök og læra. Já, þú bara gerir mistök og læra, þú hringir ekki svona 18 síndur. Ég hugsa bara, ég er búin að taka líki,
veit ekki sem hvar það byrjar þetta sko. Finndu bara kallmann eftir svona 6 feilu símtöl þá lendur á að meðan Finndu hann að mann Þetta var eitthvað aftar, ég heyrði að hann var komin á línuna Ég keypti það þetta er bara hérna sko Spila þetta fyrir hlustundur Ekki fela þetta Nei, þú ertu bara opna það Þetta er KJ í Kaffitás Tristan Hlustum á það Hvað er það að spyrja? Þetta kann að, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig ég á að bera með það en allavega, málið er, ég var hérna hjá þér áðan Já og ég keypti það kaffi, manstu eftir mér? Það er svo margir sem er búin að koma Ég man mjög vel eftir þessum bolla, þetta var frábært bolli og ég er búin að hugsa mikið um bara þess að afgjörstu þetta frábært Ok, takk fyrir það og bara fannst þú svona sjarmerandi og ég er búin að vera það er alltaf svona sólin út og svona ég er í alveg ekstra góð skapi og veist ég og svo ég langar að segja bara þú veist ég reynda búin að negli í minu lykli en þú veist ég er bara þannig skapi skilur það er gott við þér og svona Allt í góðu og svo lokka ég mér á heimabanka minn skilur og þá er bara ennþá betra skapi veistu hvað ég meina? Já og þú veist ég er hérna rúlandi á 20 minnum krónar bens þú veist þetta er bara svo gott líf maður skal ég meina? Já en hérna allavega þú veist ég var bara náðan fekk hérna besta fucking boll í heimi og geðveikt sjarmerandi gæi að hérna afgræmi ég er bara þú veist ég hugsa bara ég er búin að taka lykil og ég er með Billy Boy skilurðu og mér langaði bara spá þú veist viltu taka smá sjens þú veist viltu ekki bara hætta þarna að vinna kom bara með mér fyrir mig eitthvað partí þú veist ég er hávaxinn ég er axlabreiður þú veist nýbúin að taka lykil er þú ekki að fara að rúlla yfir þetta Nei, því miður þú veist ég get sýnt þér ég get screenshota heimabanka minn skilurðu ég get screenshota heimabanka minn og sendir það ég get komið með ég skal koma aftur fæ annan bolla góða afgreiðslu sjarmerandi gæja þú veist við tveir við sigrum heiminn skilurðu Nei, því miður hvað er það? Ég get ekki sagt já við því hvað er það? Er ég of frakkur eða? Nei, ég er ekki bara ekki inn í því, sko Nei, djöfull Því miður En það er gott við þér samt Já, það er það eins og Veður fyrir ævintýri Já Ertu alveg viss? Já, ég er alveg viss, því miður Djöfullin Herðu, þá bara takk fyrir mig Takk sem leið Þú veist það, Kjarri, ég er ekki stiga þér Þetta er sko, þú hljómaði náttúrulega bara eins og væri á einhverju geðsíkis manju af því að þú hlófst allan tíman og varst bara ég er að segja það, ég kem og sæki þig, þetta er ég og þú Það var svo gott sko Þetta var þannig að við vorum að missa helvitis klefan og ég hugsaði bara, það er annarkvært núna eða aldrei og ég ætla ekki að vera gæðin sem að klikka þig og ég þurfti bara, og ég var að byrja að hlæja og ég þurfti bara að þrauka þetta þú komst yfir það, þetta var aðeins en málega, þú náður að koma öll á sem helvitis lista að það er í rauninni finnst mér þú teikar öll bóksin og það finnst mér að vera afreg sko þú var ekki skellt á það þú náður að klára listan á rosalega kurteis gæn fyrsta skipti sem einhver hlær allan tíman sem hann segir þetta var ný tækni það var glæni tækni þetta var glæni tækni það hjálpar mann að vera búið með líkil þú skellt reynum í því þannig rétt fyrir þú veist ég er bara ég er nýbúið með líkil þegar ég er að segja það af einhvern ókunnan þá mátt það að hlæja ógíslegt sko klukkan er bara 6 klukkan er 6 þetta er búið að líða hratt maður þetta er búið að líða hratt Kjarri það búið að vera heiður að hafa þið með okkur ógeðslega gaman með okkur æðislegur þáttur að baki strákar hvernig er helgin hjá okkur sko það er nú bara nákvæmlega ekki neitt planað hjá mér þessu helgi ég er í fríum helginu líka djöðallega þú ert að fara í Magic Queen ég er að fara galdravinir við erum að fara í Steindi er að fara að drepa dverga með spilum það eru galdravinir ég er að fara að bjóða nokkur nördum heim í kvöld og við erum að fara að spila það er bara svo leiðis herðu ég verð að koma að einu pluggi hérna það er Asíski draumurinn hann hefst á stöð 2 í kvöld kl. 7:45 þetta er 50 þáttur og ef ég á að vera alveg hinskilin þá er þetta líklegast besti þátturinn til þessa þannig að fólk má alls ekki klikka á því það er veisla og Egill, segðu okkur og sért með eitthvað lokalag sem allir tengja Máli ég hef búin að teikna upp 14 lög fyrir þáttinn en staðan er bara þannig að það eru 6 eftir og ég náðu ekki að klára allt með ákveðin skellu Viltu ekki bara reyna að setja þetta á Spotify? Já, sko, þetta verður líklega á Spotify bara á
blö til sumar. Bara blö sumar. Blö sumar og blö bil sumar. Þetta er þar. Þannig að það er fólk sem er að keyra sig í gang. Getur bara bombað þessi í gegn, þetta er ekki flókið. En KJ, þú setur bara loka lagið á. Og og við erum bara góðir í bili fyrir þetta. Við þökkum bara kærlega fyrir okkur og góða helgi. Og byrjum fólk að fara að velja.